originator of evil. Djöfullinn upphaf illskunnar. Númer 3. Djöfullinn fallinn, fallegur engill. Number 3, the devil is a fallen, beautiful angel. Númer 3. Djöfullinn fallinn, en fallegur engill. Number 3, the devil is a fallen, beautiful angel. Númer 4. Number 4, Á krossinum opinberaði Satan sitt sanna eðli og örlög hans voru ljós. at the cross, Satan's true character and fate were revealed. Á krossinum opinberaði Satan sitt sanna eðli og örlög hans voru ljós. At the cross, Satan's true character and fate were revealed. Númer 5. Number 5. Satan og syndir munu vara að eilífu. Satan and sin will last forever. Númer 5. Satan og syndir munu vara að eilífu. 5. Satan and sin will last forever. Gefi ykkur, einhverjir allir búnir að skrifa niður sín svör? So has everybody answered the questions? Enginn sem mótmælir? Nobody says no. Þá bið ég, hvað sér? Já? Já, má ég sjá enskuna fyrir ekki? Já, við krossin, já, fyrir ekki, við krossin. Eða sem sagt, þá staðhæfingin á íslensku í raun og veru að Satan hafi opinberað, að eðli hans hafi opinberast við það sem gerðist á krossin. Það útskýrir betur. Ég skal bara renna í gegn, það ekki, einu sinni viðbót, það ekki best. We'll just go through the questions again. There was a tiny point of precision there in the wording which needed to be clarified in the Icelandic. The English is always clear. Málfræðin okkar svo góð. Herðu, en númer 1, Guð skapaði illan heim, satt eða ósatt. Number 1, God made a bad world, true or false. Númer 2, djöfullinn upphaf eða upphafsmaður illskunnar. Number 2, the devil is the originator of evil. Númer 3, djöfullinn fallinn, fallegur engill. Number 3, the devil is a fallen, beautiful angel. Og númer 4, í uppfærðri íslensku útgáfu, við krossin opinberaði Satan sitt sanna eðli og örlög hans voru ljós. Number 4, at the cross, Satan's true character and fate were revealed. Númer 5, Satan og syndir munu vara að eilífu. Number 5, Satan and sin will last forever. Þá ætla ég að biðja þjónanum að safna saman svörunum. So if we gather the envelopes now. Og þegar ég sé allir búin að setja plíjantana frá sér, þá ætla ég að byrja að fara yfir svörin. And when everybody has gotten rid of the pencils, I will go over the answers. En fyrsta staðhæfingin að Guð hafi skapað illan heim, hún að sjálfsögðu ósönn. Number 1, God made a bad world, of course, is false. Númer 2, djöfullinn upphafsmaður illskunnar og það lærðum við sannarlega í gær, það satt. Number 2 is true. The devil is the originator of evil. En við lærðum líka í gær að Lúsifer var mjög fallegur engill. We also learned
number 3, that the devil is a fallen, beautiful angel. True. Þannig að það er líka satt, já. Og við lærðum líka í gær að við krossin, eða við þá atburðar sem átti sér stað á krossinum, þá opinberaði Satan sitt sanna eðli og örlög hans voru ljós þegar honum var endanlega kastað úr himnum. Þannig að númer 4 er líka satt. So number 4 is also true because at the cross, Satan's true character and fate were revealed. En síðan er númer 5, Satan og syndir munu vara að eilífu. Það lærðum við í gærkvöldi að er ekki satt og þeir bæði munu líða til lok. But we saw last night that number 5, Satan and sin will last forever, is a false statement. Þannig að nú sjáum við hvort að allir hafi fengið rétt svör. Það eru 3 bókagjafir og við gefum bækunar til að hvetja til lestur á ritningunni. And I will see who answered right and how many, and then there are prizes, the 3 books, to encourage people to go to the Bible. Yeah. Will you help me tonight? Okay. So. Og fyrsti kemur upp, það er ósatt, satt, ósatt, það er rétt. Og það er Radka. So Radka is the first winner. Congratulations. Hún fær bókina Great Stories eftir Louis Torres. Yeah, Great Stories by Louis Torres, right? Yeah. Og þá er númer, þá er bókin Veginn til Krists og hana fær Brimar. Brimar gets the book Steps to Christ in Icelandic. Til hamingju. You can do better than that. If you're going to do it anyway, next time. Og þriðju og síðustu bókina fær Dorina. Dorina gets the last prize, you know. She's being pointed at. Það er deilan mikla. The great controversy in Icelandic. She's sitting in the back. Thank you, David. Yeah. Kæra þakkir. Thank you very much. Það er hartnær óþarfi að kynna fyrir ykkur ræðumanninn í kvöld. I hardly need to introduce the speaker for tonight. En ég segi bara að við erum rosalega lánsöm að hafa hann hér. Only to say that we are very fortunate to have him here. Og við skulum ekkert vera að mála lengi það. Við skulum þá syngja þemasöngin. And we'll sing now the theme song. Ladies and gentlemen, our theme song for this seminar is going to be Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn
Við skulum lúta höfði. Ástríki Faðir, blessa þú samveru okkar hér í kvöld, blessaðu þau orð sem verða töluð og blessaðu hugsanir okkar og hjálpaðu okkur til þess að skilja og vilja. Við felum okkur þér og þökkum í Jesú nafni. Amen. Amen. Nikt, modląc się, czy słyszał nas i jaśniejszy w sercach ton niedosłyszalny był. Dziś nie lękamy się, choć przeżywamy grozy czas, a przenosząc górę nikt nie przeczuł własnych sił, bo cuda dzieją się, gdy wierzysz w nie, gdyś pragnął ich i o nich śnił. Więc może sprawisz je któregoś dnia, gdy wierzysz w nie ze wszystkich sił, gdy zawsze wierzysz w nie. Ten okropny czas, gdy słów modlitwy brakło nam, wszelkiej już nadziei cień znikł niby nocą ptak, a jednak stoję tu i serce pełne wiary mam, słów tych pełne, których mi tak bardzo było brak, bo cuda dzieją się, gdy wierzysz w nie, gdyś pragnął ich i o nich śnił. Więc może sprawisz je
wszystkich sił. Gdy zawsze wierzysz mnie, gdy zawsze wierzysz w nie i w tej nadziei trwasz. Amen, amen, amen. Já, amen fyrir þessu. Good evening again. Já, gott kvöld, öllsömmur. We're glad you're here. And those of you who are watching as we're streaming, we pray that God will bless you wherever you are listening. Það þið sem eru hér og þeir sem eru að hlusta á streymið. I was flying. If you just wait a little bit, the technology Yes, sir. is always against me. It was like that before, yeah. Okay. There it Then is. it turns green. All right, you can say what I've said already before. I spoke loud enough, I think. Okay. Yeah, this is fine, yeah. Thank you. For those of you who are listening as we're streaming, we pray that God will bless you. Og við byggjum Guð að blessa ykkur sem að horfa á streymið. But if you can make it to the center here, it's warmer En ef þið geti komið hingað þá hlýrra hér. because the Spirit of God is here. Því Guðs andi hér. I was flying in an airplane Ég var að ferðast með flugvél eitt sinn from New York to California. frá New York til Kaliforníu And there was a lady sitting next to me, og kona satt við hlið mér and I asked her, og ég spurði hana, are you traveling for pleasure or business? já, ertu að ferðast hérna, er þetta skemmtiferð hjá þér eða viðskiptaferð? She said, business. Hún sagði viðskiptaferð Oh, what kind of business? og ég spurði hvers konar viðskipti það? I'm a scientist. Hún sagðist vera vísindamaður Oh, I said, what kind of scientist? og hvers konar vísindamaður? I love science. Já, ég hef mikinn áhuga fyrir vísindum sjálfur. She said, I'm in charge of all the apparatus that's pointing to heaven to see if there's life out there. Já, ég ábyrg fyrir öllum þeim tólum og tækjum sem beint út í geiminn til þess að sjá hvort að líf sé þar að finna. I told her, you're too late. Ég sagði við hana, þú ferð of seint af stað. She said, excuse me? Hún sagði, fyrirgefðu, hvað meinarðu? I said, you're too late. Ég sagði, þú ert of sein. What do you mean? She said. Hvað meinarðu? I said, the Bible tells us there's life out there. Nú, Biblían segir okkur það sé líf þarna úti. Where? Hvar? So I opened up the Bible. Svo ég opnaði Biblíuna And I shared with her in the book of Job, og ég deildi með henni það sem við finnum í Jóbs bók, chapter 1, and you'll find there in verse 6. 7. vers í 1. kafla Jóbs bókar. Now there was a time, a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came among them. Dag nokkur bar svo til að synir Guðs komu og gengu fyrir drottin og var Satan á meðal þeirra. And then I said to her, you scientists are trying to put together a city in space, yes? Já, þið vísindamenn, þið eru að reyna að búa til svona geimborg. Yes, she said. Já, hún viðurkenndi það. You're too late again. Þið eru bara of sein aftur, sagði ég. She said, what? Hvað meinarðu? And I said, let me show you. Og ég sagði við hana, heyrðu, ég ætla að sína þér So þetta smávegis. I turned to the book in Revelation, Og þá var það opinberunarbókin. and I said, there's a city in space already, Og ég sagði við hana, það nú þegar komin borg út í geimnum. and it has a name. Og hún meira að segja hefur nafn. It's actually called the New Jerusalem. Hinn nýja Jerúsalem. Then I said to her, Svo sagði ég við hana, scientists just discovered how to make transparent gold. og vísindin eru nýbúin að uppgötva hvernig á að búa til Transparent gold. Yeah. Gold you can see through. Já, gull sem hægt að sjá í gegnum. Svona. She
couldn't believe it. Og hún trúði þessu bara ekki. I said, the Bible tells us that there is transparent gold. Og ég sagði við hana, Biblían segir okkur að það sé til eitthvað sem er svona gegnum sjáanlegt gull. In Revelation chapter 21, verse 18 and 21. Já, það er Åpenbarunarbókin 21, þarna vers 18 og 21. And you can look in your Bibles to check and make sure that I'm saying what's correct. Og þið getið aðtugað það í Biblíun ykkar til að sjá hvort þið sé ekki að fara með rétt mál. She read that and she was amazed. Hún las þetta og hún varð furðu lostin. And she told me, she said, can I say something to you? Og hún spurði mig svo, heyrðu, Sure, má ég segja smávegis við þig? Yes, I said. Spurði hún. My brother became one of these born-again things. Já, bróði minn varð einn af þessum endurfættu fyrirbærum. And he invited me to his church. Og hann bauð mér til kirkju sinnar. So I went with him out of respect. Og að virðingu við hann þá fór ég með honum. And the pastor sat us around in a circle, Og presturinn hann raðaði okkur upp í hring. put Bibles in our lap, Og lét okkur hafa biblíur. asked us to turn to a page number, Og bað okkur að fletta upp á ákveðinni blaðsíðu. and then said to us, Og sagði svo við okkur, read it and tell us your impressions. lesið þetta og segið svo frá hughrifum ykkar. And she began to read and she thought, I felt stupid, she said. Og hún hóf að lesa og svo sagði hún mér sko, mér fannst ég bara vera dálítið vitlaus. It was something about bones, connected to bones. Og það var eitthvað bein sem voru tengt beinum og eitthvað svo lauslega. Well, I knew what she was reading, Ég vissi hvað það var sem hún var að lesa. the vision of the dry bones in the book of Ezekiel. Já, það eru uppþornuðu beinin þarna í sín Ezekiel. But, yeah, Ezekiel. So the pastor, she said, I couldn't believe this. This is what they do with the Bible? Og þetta það sem þeir gera við biblíuna, var spurningin. Read about bones and give our impressions? Að lesa bein og athuga svo hughrif okkar. If this is all that they have to offer, who needs this stuff? Já, ef þetta það eina sem að trúin býður upp á, hver þarf þá á henni að halda? But then she said to me, Svo sagði hún samt við mig, I had no idea ég hafði ekki hugmynd that the Bible was a scientific book. að biblían væri svona vísindaleg bók. And as soon as I get home, Og þegar ég kem heim, one of the first things I'm going to do is I'm going to go and buy a Bible. þá verður það eitt af fyrsta sem ég geri það að fara og kaupa mér biblíu. Now, you probably don't know that there's transparent gold. Þið sennilega vitið ekki að það er til gagnsætt gull. How many of you know that there's transparent gold? Hver margir vissu það fyrir að það væri til Only a gagnsætt gull? few hands. Bara nokkrir. Where do you see transparent gold? Hvar sjáum við gagnsætt gull? It's a new invention. Þetta er ný uppfinning And I'll tell you a story. og saga. Back in the 1960s, Á 7. áratug síðustu aldar they began to build something called a Thunderbird car. að þá fóru þeir að framleiða Thunderbird bílana. And about the 70s is when they discovered this transparent gold thing. Og það var einmitt 1970 sem að þeir uppgötuðu þetta gagnsæja gull. And they put transparent gold in the windshield of the car. Og þeir settu þetta gagnsæja gull í rúðurnar á bílnum. And this man who bought one was driving up to Alaska. Og einn maður sem að keipti sér svona bíl, hann var að aka til Alaska. And a truck was in front and dropped some rocks. Og vörubíl sem var á undan honum misti af pallinum steina And it smashed his windshield. og sem brutu svo rúðuna hjá honum. He took it to the garage Hann fór Shop. með bílinn í viðgerð so they could replace the windshield. til þess að skipta rúðu. And the insurance refused to pay the bill. Og tryggingafélagið það harðneitaði að borga reikningin. Why? Hvers vegna? $10,000 to replace the windshield. $10,000 þá fyrir rúðuna. Yes, there is transparent gold now. Jú, það er til gagnsætt gull. But the Bible had mentioned it 2,000 years ago. En Biblían hafði talað það fyrir 2000 ára. So the Bible is in advance to science. Og Biblían hún er á undan vísindunum. Now, if you don't believe me, just listen to this.
Og ef þið trúið mér ekki þá skulum við kíkja á þetta hérna. The first anesthesia is recorded in the Bible. Já, þarna fyrsta svæfingin, hún skráð í Biblíunni. The first surgery is recorded in the Bible. Og fyrsti uppskurðurinn. But God writes it in simple language. En þetta skrifað á mjög einfaldan hátt. God doesn't say anesthesia. Guð notar ekki orðið svæfing, þetta læknisfræðilega orð. He just says he put Adam into a deep sleep. Það sagt að hann hafi látið Adam sem þetta falla í djúpan svepp. How many of you have had surgery? Hve mörgur hafið þurft að fara undir skurðarhnífinn? And what do they do before the surgery? Og hvað gert áður en að þú ert skorinn? They put you into a deep sleep. Þér komið í djúpan svepp. Yes? Then notice it says that God took out a bone. Og svo sagt að Guð hafi tekið bein. People thought impossible. Og fólk hélt að þetta væri gjörsamlega ómögulegt en áður fyrr. Because in the Bible days, á dögum Biblíunnar, the way that people kill each other was by opening them up with a knife or with a sword or with an axe like the Vikings. Þá voru menn bara skornir upp og sundur og saman til þess að drepa þá en ekki til þess að laga. So the idea that the Bible said that he opened up the side, they thought fairy tale. Og þetta var bara bull að Guð gæti eða væri hægt að opna upp mannin og taka bein út. You open somebody up and they die. Ef að þú skerð einhvern, þá deyr hann. God said, I open him up and he lives. En Guð segir, ég skar hann upp og hann lifði. Then the bone, we call in medical terminology extraction. Og já, svo þetta læknisfræðilegt heiti, ef einhver veit það, þá má það koma. En það brottnám, já, brottnám. Þegar þú tekur beinið út. Thank you. And then it says he closed him up. Og svo saumað saman. We basically call that suturing. Já, við tölum það að sauma og loka. Yes? And then, with the bone, God made a clone. Og svo með þessu beini að þá klónaði Guð. Now, ladies, I'm not saying that you're clones, but that's exactly what it is. Konur, ég vil ekkert segja við ykkur að þið séu klónar, en það eiginlega það sem stendur hérna. And now scientists know og nú vita vísindamenn that you can take out a bone, að það hægt að taka bein úr mannesku, take some tissues, og taka vefsýni þarna úr, and from those tissues make another animal, like a lamb or a sheep. Og gera aðra lífveru eins og lamb eða eitthvað slíkt úr þessum vefjum. Is that true? Yes or no? Þetta satt? Yes or no? Yes. So who's ahead? Science or the Bible? Svo hver stendur fremri, Biblían eða vísindin? The Bible. Biblían vissulega. But listen, let me show you some other things. En það fleira. The rib God took and made a woman. Já, og drottin Guð myndaði konu af rifinu. Now, there are many stories in the Bible. Það margar sögur í Biblíunni. How many of you remember the story of Samson? Hve mörgir munið söguna Samson? Strong man. Sterkur. He could pick up the gate of a city and carry it. Hann gat tekið borgarhlið og borið það. But listen, people said, not true. En fólk sagði, þetta ekkert hægt. But one day I was a little boy about 9 years old. En þegar ég var 9 ára, and we were playing ball in the street in New York City. Og við vorum í boltaleik á stræti New York borgar. And somebody came and parked a very strange-looking vehicle right in the sidewalk where we were playing. Og svo kom einhver og lagði þarna mjög einkennilegu faratæki við gangstéttina. And we thought it was a strange vehicle. Og okkur fannst þetta vera alveg furðulegt faratæki. I discovered that there was a man sitting inside there. Og ég sá að það satt maður þarna undir stýri. Now he has long hair, but he has it tied back. En þessi maður með langt hár, en það í tagli. But when I saw him sitting in his truck, en það sem hann satt þarna í bílnum, he had a bushy hair and a bushy beard. Að þá var hann með mikinn skeggvöxt og mikinn hárvöxt. And as little boys, we began to call him Samson. Og við fórum að kalla hann Samson. No, I'm sorry, Moses is what we call him. Nei, við kallum hann Móse, ekki Samson, Móse. Well, he didn't like that.
Og þetta líkaði honum ekki. So he threw the door open Svo hann hrindi and we hurðinni began to run. og við hlupum í burtu. And he started running after Hann us. elt okkur And we thought, silly old man, he thinks he can catch up with us. og við hugsaðum með okkur, rævillan, hann heldur hann geti náð okkur. He could, and he ran faster than we could. En hann hljóp hraðar en við. So then he said, hey boys, come back over here, let me show you En something. hann náði okkur og sagði, sko, strákar, komið hérna, ég ætla að sýna ykkur He smávegis. opened up the back of his truck. Og hann opnaði bílina aftan Let me see if I could find the truck. There it is. og þarna bílinn. I Googled it, Ég fann þetta á netinu and I found the actual truck that he came up and drove og into our ég street. fann mynd af bílnum sem í sögunni okkar. And these are two of his sons. Og þetta eru 2 synir hans. Now, what's interesting is this. Það sem When he áhugavert, opened up the back of the truck, að þegar hann opnaði bílina aftan, he pulled out a spike. You know what I'm talking about, a spike? þá tók hann fram svona eins og spjótsótt. In America, they use it to put in the telephone pole so you can climb up on these spikes. Já, þetta eru svona eins og stóri naglar sem til þess að klifra upp símastaur og þess að í gamla daga. So Spíkarar. he took a handkerchief out of his pocket, Og hann tók hérna wrapped it, vasaklút úr vasanum, wrapped it around the spike, vafði honum utan spíkaran, put it in his mouth, stakk honum upp í sig og beygði svo and bent it. spíkaran. Og spíkari miklu stærri en venjulegu nagli. And then he took it and put it in his mouth and bent it shut. Og svo stakk honum aftur upp í sig og rétt hann af. We were sure that it was a trick, Við vorum vissum að þetta væri bara einhvers konar tricks hjá kallinum, but it was not a trick. en það var það ekki. We asked for the spike, Við báðum spíkaran we pulled and we threw it on the ground, and sure enough, it og was við a spike. slóumst við þennan stóra nagla spíkaran og hentum honum í götuna og tóguðum og tegðum Then he had a poster with himself, og svo var hann með þarna svona plaggat með mynd af sér á he had a metal bar in his mouth, og hann var með járn svona stykki í munninum and on this side there were 2 women on swings, and on this side there were 2 women on swings. og á sittborum enda þessa járns voru 2 konur sem voru að róla sér And we went, og við bara mistum andlitið. we're so glad he didn't catch us. Við erum svo ánægðir að hann náði okkur ekki til þess að refsa okkur. And here's the rest of the story. Og hér svo það sem eftir í sögunar. Let me show you a short video. Ég ætla að sýna ykkur smá myndband hér. He became known as the mighty atom. Hann var þekktur sem máttuga atómið, He eða just kjarnin. bent steel on his chin. Hann gat beitt járn og stál, With his hand, he's driving a nail. He's biting a chain in half. neldi nagla með höndunum bara And with his hair, he's pulling a truck. og þarna tógar hann vörubíl með hárinu, bara á hárinu. Is that amazing? Alveg stórkostlegt. Yes or no? Unbelievable. Alveg ótrúlegt. There he is, the mighty atom. Og the mighty atom. Atom, yeah. Já, máttuga atóm var hann kallaður. And it turned out that he came to visit his brother, Máli var að hann var að heimsækja bróður sinn who was our barber, sem að var rakarinn okkar, Harry. Harry, And this was Joseph. og þessi hétt Jósef. And it turned out that this man lived in our neighborhood, but we never knew it. Og þessi maður hann bjó á svæðin okkar hérna, en við vissum það aldrei bara. So, if a man can pull a truck, did you see how big that truck was? Ef að maður getur tógað vörubíl With his hair. á hárinu, How many of you ladies would like to have hair like that? já, hver marga konur myndi ekki vilja hafa svona hár? There's no question that what the Bible says is true. Og það þarf ekki að efast það að það sem Biblían segir sé satt. And by the way, Og vel að minnst, Joseph Greenstein was Jewish, just like Samson. já, og Jósef, hann var Greenstein, hann var gýðingur eins og Samson. This is his son. Þetta sonur hans.
son is 92 years old, og þarna sonur hans 92 ára gamall and with his teeth, og með tönnunum einum saman he's pulling a car dregur hann bílinn with 4 people inside. og það eru 4 í bílnum. 92 years old, 92 ára gamall pulling a car with his teeth. dregur bíl fullan af fólki með tönnunum. How many of you would like to have teeth like that? Hver margir vilja svona tennur? Yes, I see hands going up. So, what the Bible says is true. Það sem Biblían segir Amen. bara satt. Amen. Listen, Herschel, who was a scientist, Og vísindamærin Herschel, he said all human discoveries seem to be made only for the purpose of confirming more strongly the truths that are come from on high and are contained in the Bible. hann segir þetta að allar uppgötvanir mannsins virðast einungis þjóna þeim tilgangi að staðfesta þau sannleiksatriði sem koma að ofan og finnast í Biblíunni. Now pray with me as we enter to the Bible. Og við skulum þá hafa bæn. Heavenly Father, Himneski Faðir, we thank you for your word. þökk sé fyrir orð þitt And we ask that you will, through your Spirit, give us understanding. og gef okkur í gegnum anda þinn skilning We pray it in Jesus' name. í Jesú nafni. Amen. Amen. Tonight I'm going to share some things with you that are amazing. Ég ætla að deila með ykkur einhverju sem alveg stórkostlegt í And kvöld. the title is called Rescue from Outer Space. Og þarna þetta, Rescue from Outer Space eða björgun kemur úr geimnum. And we look into the book of Job. Og við ætlum að skoða Jobs bók If you have your Bibles, chapter 38. 38, Jobs bók 38. Hún svona rétt fyrir framan miðja Biblíu. And then the book of Job is a story about a man who suffered terrible things. Jobs bók saga mann sem fór í gegnum geigvænlegar þjáningar. It seemed like God had abandoned him. Svo virti sem Guð hefði algjörlega yfirgefið hann. And the worst thing is that his friends came Og það versta var að vinir hans sem að komu to comfort him, til þess að hugga hann, but they made his life miserable. en þeir gerðu bara illt verra. They accused him of everything, Þeir ásökuðu hann ýmislegt, but Job remained innocent. en Job, hann hélt sínu stríki og var saklaus. But he had a lot of questions. En hann var með margar spurningar. And the whole book before chapter 38 is the dialogue and the questions, the dialogue and the questions. Og fyrir 38. kapla þá eru þarna samræður og spurningar endalausar. Then finally God decides to ask questions himself. Og svo kemur að því að Guð sjálfur ætlar að spyrja spurninga. And here's some of the questions. Og hérna eru sumar þeirra. If you have Job chapter 38, verse 31 and 32. Það Job 38 og vers 31 og 32. Notice that it says, can you bind the sweet influence of the Pleiades? Hnýtir þú strengi stjörnunar Can you lose the bands of Orion? eða leysir þú fjötra Órions? Can you bring forth Mazareth in a season? Lætur þú stjörnumerkin koma í ljós á réttum tíma? Can you guide Arcturus with his sons? Leiðir fram ljón innjör sem stendur í okkar þýðingur og hvolpa hennar? Now, I know that in the Icelandic Bible it uses the term rather than Arcturus as in English, but it is The lioness. the lioness. Lioness. Okay. But the problem with that translation is that Arcturus is a single star, lioness is a constellation, so it's not a correct translation. Já, þetta passar ekki alveg við starra samingið því að Arcturus is a star. It's a star. Já, stjarna, en ljóninjan stjörnumerki. So sometimes the translators try to do the best they can, but sometimes they make errors. En og þýðendur reyna að gera sitt besta, en stundum hitta ekki alveg í mark með svona fín atriði. And so to help you to see
that what I'm saying is correct, let's look at Arcturus. En við skulum kíkja aðeins á þessa stjörnu, Arcturus. God asked the question, can you guide Arcturus with his sons? Já, og spurningin þarna getur þú, lætur þú hvað? What does that mean? Why is that question asked? Lætur þú Arcturus og hvolpa hennar leiði þá fram? Já, sorry. Okay, so here is Arcturus. Og hér þessi stjarna, Arcturus. There it is. It's a star. Þetta stjarna. But it is not part of a constellation. En hún ekki hluti af stjörnumerki. Arcturus is a star that's flying through space. Þetta stjarna sem að þýtur í gegnum himingeiminn. Here it is, close to our Milky Way galaxy. Þarna hún nálagt vetrarbrautinni okkar. And here's another picture. Og hérna önnur mynd. If you notice, it is traveling at 925,000 miles per hour. Já, hún ferðast á svona 1,5 miljón kílómetra klukkustund kílómetra klukkustund. Now let me ask you a question. Spurning. 925,000 miles per hour, is that slow or fast? 1.500.000 kílómetra hraði, það hægfara eða hraðfara? Huh? They guessed right. They guessed right. They said fast, yeah. Yes. They don't speak very loud. They're listening. That's the thing. yes. The interesting thing is this. When a rocket flies out to get into space, Þegar eldflauga skotið út í geiminn and to get into orbit, og komin svo á sporbaug, it travels about 23,000 miles per hour. Að þá ferðast hún svona á svona það bil 40.000 kílómetra hraða upp undir það. This thing is traveling at 925,000 miles per hour. Þessi ferðast á 1,5 miljón kílómetra hraða. That's fast. Og það sko hratt. The question is this. En spurningin how big is this star? Hversu stór stjarnan? Well, here's some figures about the star, but our sun is 1,300,000 times bigger than the earth. Já, sólin hún 1,3 milljónum stærri hérna heldur en jörðin. And this is Arcturus. Og þetta Arcturus. And this is our sun. Og þarna sólin okkar. So how big is Arcturus? Svo hversu stór þá þessi stjarna? If our sun is 1,300,000 times bigger than the planet Earth, ef að sólin þetta miklu stærri heldur en jörðin, and Arcturus is this much bigger than that sun, og Arcturus þetta miklu stærri heldur en sólin okkar, and the brightness of it is from 100 to 200 times brighter than the sun. Og birtan af þessari stjörnu 100 til 200 sinnum meiri heldur en af sólinni. And the temperature of Arcturus is approximately 4,000 centigrade. Og hitastigið þarna það bil 4.000 gráður. That's about 3 times hotter than your volcano lava that's coming out of your volcano. Þetta svona 3 sinnum heitara heldur en í gosinu. That's hot. Og það heitt sko. Yes or no? Það ekki. So, what's interesting is that when you compare with the sun, Arcturus is very big. En borið saman við sólina þá þessi stjarna alveg geysilega stór. Now, this is a picture of our Milky Way. This is where we live. Og þetta mynd af vetrarbrautinni þar sem að okkar sólkerfi There are billions of suns or stars. Milljarðar sóla eða stjarna í þessari vetrarbraut. But let me ask you a question. En spurning. With that big star með svona stóra stjörnu traveling at that great speed, sem að ferðast með þessum ógnarhraða, if it goes into
this galaxy, ef hún fer inn í þessa vetrarbraut, is it possible to collide with something? þá mögulegt að hún rekist á eitthvað? Yes or no? Is it possible? No. Nei, You say yes. I say no. en ég segi nei. Why? The question that God is asking, Spurningin sem að Guð spyr, Job, can you guide Arcturus with his sons? with the what? God is asking Job, can you guide Arcturus with his sons? Getur þú leitt Arcturus með hvolpum hennar? Can Job guide Arcturus? Getur Job gert það? Yes or no? Absolutely impossible. Auðvitað ekki. So the question is a rhetorical question. Og þetta svona spurning sem að augljós. In other words, God is saying, Job, I am guiding Arcturus. Og Guð að segja, Job, það ég sem að leiðir Arcturus áfram. In other words, God is saying to Job, Job, can you do what I do? Guð í raun og veru að spyrja Job, Job, getur þú gert það sem að ég geri? Now please understand, Skiljið eitt, Arcturus Arcturus was registered back in the Bible skráð í Biblíunni about 3,500 years ago, fyrir það bil 3500 árum síðan. which means then that this star has been traveling for many, many millenniums. Þannig að þessi stjarna hafi verið á ferðinni þúsundir ára And it's still traveling. og hún enn á fullri ferð. Now, how do we know this? Hvernig vitum við þetta? Well, here is the direction of Arcturus presently. Og þarna þetta sýnir feril Arcturusar And it's coming this direction. og hún fer í þessa átt þarna niður. And this fact was discovered by the Palomar telescope. Og þetta var uppgötvað með þessum stjörnukíki hérna. This telescope was gigantic. Og þessi risastór. I don't know if you can see a man's head over here. Þarna höfuð á einstaklingi, hérna rétt neðst í myndinni. You see the man down there? Og þið sjáu þarna You mannin. see how big this telescope Og þið is. sjáu hvað stjörnukíkirinn risastór. It is with this telescope that they discovered this amazing fact. Og með þessum stjörnukíki þá uppgötuðu þeir þessa stórkostlegu staðreind. Here's another telescope. Og hér annar stjörnukíkir. The next telescope is the Hubble telescope. Þetta Hubble hérna stjörnukíkirinn eða And they're discovering amazing things that are out there. og með honum verið að finna upp eða finna alveg ótrúleg að hluti þarna úti. In fact, what they did with this telescope Og það sem gerðu við þennan stjörnukíki is that they aimed the scope to a spot about this size from that distance over there where Elias is. Já, við getum sett þetta í þau hlutfall að þeir hafi beint sjónaukanum eins og frá aftast þarna, það sem Elías So that- og að einhverju smá hlut hér, About the size of an American dime. já, svona það bil 10 krónu pening. Not a penny, but a dime. Yeah. A penny is bigger than a dime. Penning, that means Oh, our that's okay. coin, our coin. Oh, your coin is I was penny. using a coin Okay. that's similar in size. How big is it? Like, it's about a dime. About a dime. Okay. I thought he was telling me a penny, American penny. I was right. Okay, he was right. All right. I need to learn Icelandic. So they aimed it, and then they discovered something interesting. Let me read to you what they discovered. Beindu sjónaukanum að þessu og þeir fundu eitthvað stórkostlegt. The total area of the sky covered in the deep field is the equivalent to putting a dime 75 feet away and looking at it. Já, og heildarsvæðið sem að á himninum sem að deep field, is that the telescope? The name of the telescope? The deep field is far, far Já, away. sem að alveg þarna langt út í buskan sem þeir voru að beina sjónaukanum að eða honum að það á við að setja, já, 5 krónu, 10 And then they krónu penning, discovered in that little dark space 25 metra í burtu,
There were 3,000 images. og það voru 3000 myndir Which means then sem þýðir that there were 72 billion galaxies in that little small space. að það voru 72 miljardar vetrarbrauta í þessum litla hring. Question, Spurning, how big is space? hver stór er geimurinn? It's mind-boggling. Við bara ráðum ekki við þetta. But listen, I got more to share with you. En það kemur meira. If Arcturus would fly into the student Sobieski, would it crash with anything? If Arcturus, já. If Arcturus, Ef Arcturus færi inn í þetta hérna sem heitir skútum Sobieski, you can see kallar skjöldurinn, billions of stars there. fullt af stjörnum þarna, The answer would be no, it wouldn't Ne- crash with anything. hann myndi ekki rekast á eitt eða neitt. Why? Hvers vegna? Because God is guiding it. Því að Guð er að leiða Now, hann. what does that mean for you and for me today? Hvað þýðir það fyrir okkur í dag? God is asking Job, Guð spyr Job if I can guide Arcturus with his sons, hvort að ég geti leitt Arcturus með sem sagt hvolpa hennar, then can I guide your little life? og ef ég get ég þá leitt þig í þínu lífi? In other words, if God is big enough to guide Arcturus, Ef Guð er nógu mikil til þess að stýra Arcturus, then certainly he can guide your little life. þá hlýtur hann að geta stjórna þínu lífi. Yes? Amen? So, is there anything too big for God? Svo er eitthvað of mikið fyrir Guð. Yes or no? No. But look, I have more to show you tonight. Now, I'm En not við erum gonna, ekki búin, let me go to something else here. og þarna er eitthvað annað Question. og spurning. How did the writer of the book of Job, Hvernig gat sá sem að ritaði Jobs bók 3,500 years ago, fyrir 3500 árum síðan, where there was no telescope og það voru engi stjörnukíkar þá til and no way to prove this, og engi leið til þess að sannreina neitt af þessu, how did the writer write such an intelligent question as that one? hvernig gat höfundurinn skrifað svona gáfulegar spurningar? The master astronomer is the one who told the writer to write it down. Já, mesti stjörnufræðingur allra tíma, það var hann sem að sagði Job hvað hann ætti að skrifa. Who is the master astronomer? Og hver er mestur stjörnufræðingur allra tíma? God is. Auðvitað Guð. He revealed that to Job. Hann opinberaði Job þetta. Let's read the second question. Svo er það hinn spurningin. Job, Job, can you bind the sweet influence of the Pleiades? já, nýtir þú strengi sjöstjörnunar? In other words, can you keep the Pleiades together? Getur það haldið sjöstjörnunum saman, er verið að meina? Now that's a question, interesting question. Og áhugaverð spurning. But what does it mean? Og hvað þýðir þetta? Let's consider what it means. Skoðum það aðeins. Here's a picture of the Pleiades. Og þarna er mynd af sjöstjörnunni It's called the sweet influences because they're very beautiful. og þær eru kallar á enskunni sem sagt fögur áhrif eða eitthvað slíkt því að þær eru svo fallegar. A lot of people call it the seven sisters. Og þetta er líka kallað systurnar sjö Is that, what do they call it here in Iceland? og við kallum þetta hér náttúrulega sjöstjörnuna. Það hlýtur að vera það sama, er það ekki? You call it Pleiades? The Yes? seven star. Or the seven stars, okay. The reason they call it the seven stars is because to the naked eye you can see seven stars. Og ástæðan fyrir því að þetta er kallað sjöstjörnan er að með bara augunum þá sjást sjö stjörnur þarna. But there are more than seven En stars. þær eru sko fleiri. There are 250 stars. Það er 250 stjörnur. Here they are. Og þarna eru þær. These are 250 stars that make up the Pleiades. 250 stjörnur sem að mynda
sjöstjörnuna. Now, what's interesting about this is this. Can you see them? Og þarna sjáum við þær. It turns out that the Pleiades, these 250 stars, are the only group of stars that are traveling together at the same speed to the same destination. Það sem áhugavert að þetta stjörnumerki, þessar 250 stjörnur, að þetta eina fyrirbærið sem að þannig sett upp að þær ferðast allar á sama hraða og í sömu stefnu. So, 3,000 plus years ago, God asked Job the question, Og fyrir can you rúmlega keep the 3000 Pleiades together? Já, fyrir rúmlega 3000 árum síðan að þá spurði Guð Job þessara spurningar, hnýtir þú strengi sjöstjörnunar? Question, can Job do that? Getur Job gert það? Yes or no? Við veit það ekki. So what is God telling Job? Og hvað Guð að segja við Job? If I can keep those stars together, Ef ég get haldið þessum stjörnum saman, I can keep your life together. þá get ég haldið þínu lífi í réttu horfi. In other words, sometimes we think that our lives is falling apart. Stundum finnst okkur við upplifa hrun bara í lífi okkar. Everything seems to be going bad. Að allt á afturfótunum. And there seems to be nothing holding us together. Og eins og að ekkert sé þarna sem að heldur okkur saman. And so to the man who lost everything, Job, Svo við þann sem að hafði glatað öllu, við Job sem sagt, it was a very important question. að þá talaði Guð og spurði þessara mikilvægu spurningar. Can you keep those together, Job? Getur þú haldið þessu öllu saman? Here's a statement, scientific statement, Og þarna eitthvað eftir vísindamann okkur. and this is of course, the website or the link. Já, þetta á netinu þarna eins og stendur þarna neðst. And what they're saying is, after 25,000 individual measures of the Pleiades stars, Og það stendur þarna meðal annars að eftir 25.000 sjálfstæðar mælingar á sjöstjörnunni, in other words, 25,000 scientists have studied and have marked down the same fact. það að segja 25.000 stjarnfræðingar That's why hafa skoðað þetta og sett niður ákveðnar staðhæfingar. it says 25,000 individual measures. 25 mismunandi og sjálfstæðar mælingar. It says at least, 25.000. and their study led to the important discovery that the whole cluster is moving in a southeasterly direction. Og allar þessar niðurstöður, þær leiddu til þeirrar niðurstöðu að allt þetta stjörnukerfi þarna, sjöstjarnan, ferðast í suðausturátt. So they're traveling together Ferðast allar saman like a flock of birds eins og fuglahópur, at the same speed sami hraði, to the same destination. sama átt. Amazing. What do you say? Alveg magnað. Hvað segið þið? And God said, Job, can you do what I do? Og Guð spurði Job, getur þú gert það sem að ég geri? I'm glad that God can do much more than I can. What do you say? En ég fegin að Guð getur gert miklu meira heldur en ég get. Amen? Yes. But listen, what about another question? En önnur spurning hérna. The last question, because time is flying. Já, síðasta spurningin, því að við verðum að drífa okkur aðeins. And when you're having fun, time flies. Og það gerist yfirleitt að tími líður hratt þegar við höfum það skemmtilegt. The last question is, can you lose the bands of Orion? Og síðasta spurningin hérna okkar getur þú leyst fjötra Óríons? In other words, can you lose Orion's belt? Já, og það með öðrum orðum, getur þú leyst belti Óríons? So let's look at it.
og skoðum þetta. This is the constellation of Orion. Þetta Órion stjörnumerkið And most of the time people see this. og ofta sjáum við þennan hluta þarna. 3 stars, 3 stjörnur, 1 star, 1 stjarna and 3 stars. og svo 3 stjörnur. How many of you have seen Orion? Hver mörg ykkur hafið séð Any of Órion? you? One of the most beautiful things I saw the other night from where we're staying, Og eitt af fallegasta sem ég hef séð gerðist daginn þarna fyrir austan. I woke up about 4 o'clock in the morning, Ég vaknaði klukkan 4 að morgni and there out of my window was the constellation of Orion. og út gluggan sá ég Órion. Now, a constellation is a figment of the imagination of the Greeks that they thought it made different forms and different objects. Já, Grikkir svona mótuð í huga sér ákveðna myndir úr mismunandi stjörnum og stjörnuþokum. But here's the belt of Orion, En þarna höfum við belti Órions and this is a sword of Orion. og þarna sverð Órions. So the question is, can you lose the belt of Orion? Og spurningin þá, getur þú leyst belti eða fjötra Órions? Here's a picture that I took the other night Ég tók þessa mynd daginn, from the window. já, út gluggan. Can you see Orion here? Þarna sjáum við Órion, Here's 3 stars here, beltið þarna, 3 stjörnur and here's the 3 stars here. og svo 3 stjörnur þarna niðri sem þá sverðið. Can you see that? Sjáum við þetta ekki? It was just gorgeous. It was much better than in my sight than my camera was able to take. It was Alveg meiri nighttime. háttar og auðvitað var upplifunin miklu sterkari heldur en fátækleg ljósmyndin. And of course the sun was coming up Og svo var sólin að right over rísa. there. So let me explain what the question means then. Við skulum þá sjá hvað spurningin táknar. Here it is. Hérna þetta, beltið og sverðið. And the band basically is like this, okay? That's the band of Orion. That's the what? The band, the belt of Orion. Já, þetta belti Órions, já. Eða fjötrar eins og stendur. At nighttime, it actually looks like an old kite. How many of you Well, that remember is- when you were younger that you made the kites? Þetta svipað svona flugdrekar voru í gamla daga. Did any of you make kites when you were children? Bjögguðu til flugdreka þegar þau voru krakkar. You got 2 sticks and put them together, 2 spýtur í kross yes, and then you put string, og svo band. and then Utan. we were very poor, so we had newspaper, Já, við vorum mjög fátæk, svo við notuðum and dagblöð. we put newspaper over that, and then we had some paste out of some cereal. We Límdum pasted blöðinni it, utan böndin and then we got some rags and tied it for the tail. og svo fundum við einhverjar tuskudruslur til þess að búa til All hérna. right, so it looks like a Rófuna. kite up in the sky, doesn't it? Og þetta eitthvað svipað flugdreka þarna. But what's amazing is this: En það sem merkilegt það in the constellation of Orion, að í stjörnumerkinu Órion there's some big stars. það nokkrar stórar stjörnur Regal here, this star here, og þarna Rígel. actually is 40,000 times brighter than our sun. Hún 40.000 sinnum bjartari en sólin okkar. 40,000 times brighter than our sun. 40.000 sinnum ljós sterkari. And so, then we have another star, Og svo önnur stjarna and that's Betelgeuse. og það það sem að við köllum á íslensku Betelgás Betelgeuse is a big star. og þetta stór stjarna. So let me show you how big it is. Ég ætla að sýna ykkur hversu stór. Here's our Earth Þarna jörðin okkar in comparison to 4 other planets. miðað við 4 aðrar plánetur So our Earth is the 5th biggest planet. og jörðin okkar 5. stærsta plánetan. But then compare Earth to Jupiter. En þarna jörðin samanborið við Júpiter. So Earth now is not a big planet, Og it's nú small. jörðin orðin mjög smá að sjá. Yes? But when you compare it to the sun, En borið saman við sólina, there's our sun, þarna sólin and here's the og Earth. þarna jörðin. What's happening to the Earth? Og hvað að verða jörðina? Is it growing bigger or smaller? Hún að stækka?
very small, yes? Hún er að minka. But we're not finished En ég er ekki búinn. because we need to compare it to Arcturus. Við þurfum að bera þetta við Arcturus. And here's Arcturus, Og þarna er Arcturus and here's the sun, og þarna er sólin okkar. and where's the earth? Og hvar er jörðin? It has disappeared. Já, hún er bara horfin. Það er ekki But- hægt að koma inn á. We're comparing it not to Arcturus, but to Betelgeuse. Já, við erum að bera hana saman við Betelgás. So there's Betelgeuse, Og þarna er Betelgás and here's Arcturus. og þarna er Arcturus. And where's our sun? Og hvar er þá sólin okkar? It has disappeared. Og þetta er orðið skrítið allt saman. So question, Og spurningin, how big are we? hversu mikil erum við? Eða stór? This is why David made a statement. Þess vegna er það að Davíð að hann sagði nokkuð. What is man? What Drottinn, is hvað er man maðurinn? that you are mindful of? Að þú þekkir hann. In comparison to the bigness of the universe, you and I are really nothing. Miðað við þessar ógnarlegu vittir alheimsins eru við bara nákvæmlega ekki neitt. And yet, En samt he cares for us. er honum umhugað okkur. What do you say? Hvað segjum við því? How many of you have prayed and have had your prayer answered? Hve mörg ykkar hafa beðið og hlotið bænasvar? Any of you? Yes. It's amazing Magnað that he takes interest in us. að hann skuli hafa áhuga á okkur. Now suppose that you lived on that big star. En ímyndað er að þú búir á þessari stóru stjörnu. How big would you be? Hvað yrði þú þá stór? You would be 37.5 miles tall. Þú yrðir þarna 60 kilometra há. Your chest would be 138,000 feet. The chest would be á. Og brjóstkassinn 42 kilometrar. Your circumference of the arm, that's around here, would be 8 miles Og ummálið á handleggnum yrði 13 kilometrar. or 13 kilometers. Your finger would be 3 Og kilometers. vísifingurinn yrði 3 kilometrar. Your leg would be 30 kilometers. Og fótleggurinn 30. And the calf would be 15 kilometers. Og kálfinn 15 kilometrar. This is speaking about bigness Við erum að tala ógnarstærðir and smallness. og svo agnarsmáa hluti líka. So what is man? Svo hvað er þá maðurinn? That you take knowledge of him. Að þú þekkir hann. Or the son of man, Mannsins barn, that you take account of him. að þú gefir því gaum. Praise God that we have such a great God. What do you say? Lofum Guð fyrir að eiga svona stórkostlegan But the Guð. question, how did the writer of Job know how to write such significant scientific questions? Hvernig gat höfundur Jóbsbókar skrifað svona í That- þá daga? That means then that this book is inspired. Þetta hlýtur að þýða að þessi bók sé innblásin. What is it? Hvað segið þið við því? It's inspired. Innblásin. It is not just a simple book Þetta er ekki bara einföld bók or a lucky charm to keep in the house. eða einhvers konar lukkustykki til að hafa inn í íbúð. It is the Word of God. Þetta er orð Guðs Marvelous. og alveg stórkostlegt. Well, let's consider something more about Orion. En nú skulum við aðeins skoða meira hérna Órion. You can see the 3 stars here. Þarna sjáum við stjörnundar Stars þrjár here. í And beltinu sem sagt these stars og here. sverðið. See that? What's amazing is this. Og That það sem er stórkostlegt er This þetta middle star að miðstjarnan í sverðinu is not a star. er ekki stjarna í raun og veru. So we're going to focus then on this star. Og við ætlum að skoða þessa stjörnu. Scientists thought it was a star
Vísindamenn álitu þetta vera stjörnu because you can see it's brighter than the other two stars. því að hún er líka bjartari heldur en hína stjörnunar Can you see that? og þið sjáu það. But listen, it turns out that it's not a star at all. En svo er þetta ekki stjarna. It is an empty cave in space. Þetta er eins og tómur hellir í geimnum þarna. And the scientists now call it the open space in Orion. Og vísindamenn kalla þetta núna opið í Órión. And look at it. Og sjáu þetta, Now, what's interesting about this particular open space in Orion að þetta op eða gat í Órión is that the scientists are scratching their heads. Orsaka það að vísindamenn þeir klóra sér bara í höfðinu. What is inside of this Hvað cave? fyrir innan þetta allt saman? They can't figure it out. Þeir bara átta sig ekki á því. But listen, En takið eftir, what has all along appeared to be a flat surface of nebulous matter in the sword of Orion já það sem að hefur alltaf virst vera bara þarna flattneskja af svona óljósri gerð í sverði Órións, it turns out to be a big, deep cavern. að þá er ekki svo heldur þetta eins og djúpur hellir. And this is written by Edgar Lucien Larkin, who is an astronomer, a Christian astronomer. Og þetta er skrifað af Larkin sem er kristinn stjörnufræðingur And here's what he says more. og hér segir hann áfram. It is like looking in at the door into the rear of the cave, deep within glittering nebulosity. Það er eins og að horfa inn dyr og inn í helli þar sem að er svona glitrandi óljóst efni eitthvert. The chasm is the most beautiful object visible to human sight. Og þessi ógnarvídd þarna inni, þetta er það stórkostlegasta sem að augað getur litið. It has pillars and columns and walls and facades and bulwarks, stalactites, stalagmites. Já, og þarna eru alls konar fyrirbæri eins og súlur og veggir og framhliðir og hérna dropasteinar hangandi og standandi. They glow and shine superbly with pearly light. Og þeir lýsa og skína með ótrúlegum ljósstyrk. Then they have a question. Og svo er spurning. It says that the distance is about 51 trillion miles. Já, og sem sagt vegalengdin þarna sem er rætt er 51 milljóna. Then it asks the question, this titan mass of pearly light, Já, og þessi ótrúlegu massi ljós, where did it come from? What's its hvaðan origin? kemur þetta allt saman? And it says, if it is a cold light, luminosity not due to heat as in the case of fireflies, Og ef þetta er kalt ljós og þá er ljósið sem sagt ekki vegna hita uppsprettu eins og gerist með eldflugurnar. do you have fireflies here in No. Iceland? No, not yet. You don't, not yet. How many of you have seen lightning bugs? Hve Any of margir you? hafi séð svona eldflugur? They flash and flash and flash and flash. Líkkandi. Yes, they're beautiful. As a little boy, I used to catch them and put them in a jar, and they would flash and light up my room. Og ég sem strákur að þá veit ég að það er í krukku og það lýst upp inn í herbygginu hjá mér, margar saman. So they cannot understand Og sem sagt, vísindamenn skilja ekki what's creating the light. hvað það er sem að orsakar þetta ljós. They think if it's not a cold light, then it must be a hot light Og ef þetta er ekki kalt ljós, þá hlýtur þetta að vera heitt ljós created by millions of white hot suns. sem að er skapað af milljónum
hvítra, heitra sóla. So, an open space that's so bright and they cannot figure out what makes the light. Og þetta gífurlega stóra svæði, það sem sagt svo ljósstekt og svo bjart, en þeir átta sig ekki á því hvaðan kemur birtan. I've been to many caves in my life, Ég hef farið inn í marga hella. the um beautiful ævina. caves. Sorry. I've been to many beautiful Já, caves. og margir mjög fallegir hellar sem ég hef farið inn í. There's some caves here, Og nokkrir þarna. but nothing compares to the cave in space. En það ekkert sem jafnast á við þennan helli út í geimnum. Now, the question is, what about the belt, the bands? En hvað með þessa fjötra eða beltið? According to the Bible, Samkvæmt Biblíunni, God asked the question, can you lose the belt of Orion? að við erum spurð sem sagt, getur þú leyst fjötra Óríons eða belti Óríons? That means then that God is the one that's losing the belt. Og það þýðir þá í raun og veru, spurningin þýðir, Guð einn getur þetta. So he's asking Job, Hann spyr Job, can you lose the belt? getur þú gert þetta? Getur What's- þú leyst fjötra Óríons? What's the answer? Og svarið er auðvitað, No. nei. So why is God asking that question? Og hvers vegna Guð þá að spyrja þessara spurningar? Job, you've been worried about your life. Jú, Job, þú hefur haft áhyggjur af lífi þínu. I can guide Arcturus. Ég get leitt Arcturus, I could keep the 250 stars together. ég get haldið 250 stjörnunum saman, I can lose the belt of Orion. ég get leyst fjötra Óríons If I can do that, og ef ég get þetta allt, can I take care of your life? get ég þá séð þig og þitt líf? What's the answer? Og svarið er, Yes. But listen, auðvitað já. let me just share something that's interesting. Þetta er áhugavert hér. They have found out, sorry, let me put that back on. They have found out that the stars that make up the belt of Orion Þeir eru fundið út af stjörnundar sem að belti Óríons eru úr, and here's the names of the stars, og þarna eru nöfn stjarnana, and that what they're seeing then is that these stars will be approaching the other star and make a double, naked double. og þessar tvær stjörnur eru að nálgast þriðju stjörnuna og svo mun þetta verða eins og sko í augum okkar eins og bara tvær stjörnur. But the third star will drift away eastward, En þriðja stjarnan mun fara í austur, so that the belt will no longer exist. svo að beltið verður þá ekki lengur til. In other words, Með öðrum orðum, my friends, vinir, as we're speaking right now, það sem við tölum saman núna, the belt is being loose. þá verið að leysa fjötra Óríons. How did the writer of the book of Job know how to write those intelligent scientific questions? Hvernig í ósköpunum gat sá sem að skrifaði Jobsbókina spurt svona djúpra vísindalegra spurninga? God did it. Guð gerði það. But listen, the three stars that we mentioned there, Og þarna eru stjörnurnar þrjár sem við vorum að tala and what is happening right now og það sem að gerast núna, is that these stars are actually moving. að þær eru í raun og veru á hreyfingu. And then the last star will finally disappear. Og síðasta stjarnan mun hverfa And the belt of Orion will be loose. og fjötrar Óríons verða þá lausir. That's exciting Og þetta spennandi, because it means því þetta þýðir that Jesus is coming. að Jesús sé að koma.
Is that good news or bad news? Góðar fréttir eða slæmar? Is it good news or bad news? It is good news. But listen. A little woman had a vision one day Smávaxin kona fekk sín dag einn in 1848, 1848 and she wrote the vision. og hún skrifaði niður það sem hún sá. And she wrote, "The Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. Guð sýndi mér hvernig himinin verður hristur til. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. Dimm og þungbúin ský rákust hvert á annað The atmosphere parted and rolled back. og sem sagt lofthjúpurinn hann hérna fór í sundur og rúllaðist upp. Then we could look up and through the open space in Orion, Og þá lítum við upp og gátum séð opið þarna í Órión, from when came the voice of God. þaðan sem rödd Guðs kom. The holy city will come down through that open space. Hinn helga borg mun koma til jarðar gegnum þetta op. Now question, Og spurning, how did this little lady in 1848, when there were no significant telescopes, know that there was an open space in Orion? hvernig gat þessi litla kona 1848, þegar ekki voru til stjörnukíkar, almennilegi stjörnukíkar, talað þetta op í Órión? Is it possible that the bright lights that are coming from that open space is the glory of God shining through? Mögulegt að þessi birta sem kemur þarna og leggur þarna út, að þetta sé dýrð Guðs? What do you think? So, according to the promise, Jesus said, "Let not your heart be troubled." Og samkvæmt fyrirheitinu þá sagði Jesús, hjarta yðar skelfist ekki. You believe in God, believe also in me. Trúið á Guð og trúið á mig. In my Father's house there are many mansions. Í húsi föður míns margar If it were not vistarverur, so, I would have told you. og væri ekki svo, þá hef ég sagt I go and prepare a place for að you. ég færi burt að búa þau stað. And if I go and prepare a place for you, Þegar ég farin burt og hef búið I þau will come stað, again kem ég aftur and receive unto myself, og tekuðu til mín, that where I am, svo að þér séuð eignir there you may be also. þar sem ég So imagine, folks, Ímyndið ykkur the þetta. day will come when Jesus will return. Dagurinn mun koma þegar Jesús kemur aftur. Imagine Jesus and all the angelic hosts coming out of that open space and Og coming to sjáuð the þið earth. fyrir ykkur Jesú og allar hinnar himnesku hersveitir koma út úr þessu opi. And please understand, Og skiljið eitt, Orion can be seen from any place on the earth. Órión sést allstaðar af jörðinni. And why? Hvers vegna? Because it's in the east. Af því að hann í austri. And according to the Bible, Og samkvæmt Biblíunni, Jesus comes from where? þá kemur Jesús hvaðan? From the east. Austri. Interesting. Þetta áhugavert. But listen, what a glorious day that will be. Og þetta verður dýrðardagur. Jesus will come with all his angelic host Jesús kemur með öllum sínum englum to do the final rescue mission of all his children. til þess að framkvæma síðustu allsherjar björgun á fólki sínu. And then the trumpets would sound. Og þá mun trompetin And the dead in hljóma. Christ will begin to rise. And then the what? The dead in Christ will Já, og come þá up mun out þið of the dauði grave. Kristi rísa And then we which are alive og við sem erum á lífi will also rise. munum einnig And then Upprisa. God's people og þá mun Guðs fólk will unite together in the sky. sameinast á himni And then will begin the greatest procession in history. og þá mun stærsta skrúðganga sögunar eiga sér stað. All of God's children are flying up to space. Öll Guðs börn
á leið út í geim. Imagine being in that procession. Ímyndu ykkur að vera í þeirri skrúðgöngu And the earth will get smaller and smaller. og jörðin fjarlægist og minkar And you go up and up and up. og það farið upp og lengra upp And finally you enter into space. og þú komin út í geiminn And what a sightseeing trip that will be. og þetta verður fallegt útsýni þarna. Imagine Jesus pointing out this thing and that glory and this star and that constellation. Ímyndu ykkur að Jesús þarna eiginlega með stjörnufræðikennslu þarna There are og many beautiful sýnir things out okkur there. ýmislegt. Look at all these beautiful constellations. Sjáuð alla þessar stjörnur og stjörnumerki And as we're flying through space, og á leiðinni í gegnum geiminn and the Lord is pointing this out and that out to us, og drottinn bendir á þetta og hitt we will just be with open mouths. að þá verðum við bara með hangandi höku yfir öllu saman. Alveg yfir okkur hlessa What an exciting time that will be, right? og það verður spennandi. And finally, as we travel through space, Og að lokum þegar ferðast enn lengra í gegnum seeing geiminn, all these marvelous works, það sem að ber fyrir augu alveg stórkostlega hluti, we approach the open space of að our þá life. nálgust við þetta op And then we enter in through that open og space. þar farið inn, And I don't know how far it is, en ég veit ekki hversu langt þetta but if we're told that the holy city will come down from that open space, then it must be in there someplace. en ef okkur sagt að hinn helga borg komi þaðan And til then jarðar, þá hlýtur hún að vera þarna einhvers staðar inni. we finally get to the city. Og síðan komum við til borgarinnar And then Jesus opens up the gates. og Jesús opnar hlíðin And he puts a crown on every saint. og hann setur kórónu á höfuð hverjum og einum And they enter into the city. og svo farið inn í borgina And then comes the moment of moments, the day of days. og þá rennur stærsta stundin upp. Can you imagine Ímyndið ykkur being there with that multitude, vera með þessum fjölda entering into that street with pure gold, og að koma á þessi stræti skreytt gulli and coming up to the throne of the Father og nálgast hásæti föðurins and hear from his voice, og heyra rödd hans: welcome home, children. velkomin heim, börnin mín. What a beautiful day that will be. What do you say? Þetta verður dásemdar dagur. Hvað segið þið? How many of you want to be there? Hve mörg ykkar vilji vera þar á meðal? Is that exciting? Yes or no? Og þetta ekki bara spennandi? I want to be there too. Ég vil vera þarna líka. What an exciting time that will be. Þetta verður ákaflega skemmtileg stund. But listen, folks. Tökum eftir Jesus einu. wants to have you there. Jesús veit að þú sért þarna. Do you want to be there? Vilt þú verða þarna? Do you believe that he's coming? Trúir þú að hann komi aftur? Then would you like to be ready for him to come? Og viltu vera reiðubúinn fyrir komu hans? If Jesus were to come tonight, Ef að Jesús kæmi í kvöld, would you be ready? þú tilbúinn? Or maybe I could rephrase the question. Eða spyrja þetta öðruvísi? If Jesus were to come tonight, Ef að Jesús kæmi í kvöld, would you want to be ready? myndur þú vilja vera reiðubúinn? I'm going to ask my ushers to pass out to you a small piece of paper. Ég ætla að biðja aðstofamennina að dreifa miðum til ykkar. On one side is English, Þetta á ensku og íslensku. and the other side is Icelandic. Yeah, I did already translate that. Sorry, yes. I did, yeah. I did say that. Yes. I translated ahead of myself. What I'd like you to do is prayerfully. You would like what? What I'd like him to do is prayerfully, Já, ég vil að þið með bæn í huga, whether it's Icelandic or in English, hvort sem þið notið enskuna eða íslenskuna, it makes statements.
að taka eftir þarna þessum staðhæfingum þarna. I desire to accept Christ as my personal Savior. Já, ég vil taka við Kristi sem persónulegum frelsara. Number 2, I would like to be baptized as Jesus was. Númer 2, ég vil taka skírn eins og Jesús gerði. Number 3, I want to be ready when Jesus comes. Númer 3, ég vil vera reiðubúinn þegar Jesús kemur. Number 4, 4, I need prayer. ég þarf á bæn að halda. Could you prayerfully look at these and put a check after the ones that you feel in your heart you can check off? Kíktu á þessi atriði með bæn í huga og merktu við það sem að skiptir þig máli og merktu við það sem að skiptir þig máli. Yeah. Can you do it just now? Og geti gert það núna. And then I'd like to pray for you. Og svo ætla ég að biðja fyrir ykkur. Let's pray. Við skulum biðja. Heavenly Father, Himneski Faðir, our hearts are strangely warm okkur hlýtt hjartað as we realize the greatness of your kingdom. þegar við gerum okkur grein fyrir mikilfengleika ríkis þíns And how much you love us. og skynjum hve mikið þú elskar okkur. We want to be ready. Við viljum vera reiðubúin And we want to be able to take that trip when Jesus comes. og við viljum fara með Jesú þegar hann kemur. Help us, O God, Hjálpa okkur, Drottinn, to be ready. að vera tilbúin. We pray it in Jesus' name. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. I'm going to ask the ushers to come forward and to collect those slips of paper from you. Og ég ætla að biðja aðstoðamennina að safna saman miðunum ykkar And then we will pray for you. og svo ætla að biðja fyrir ykkur. Please turn them in now. And don't forget tomorrow night. Og gleymið ekki samkominni á morgun. I'm going to speak about the New World Order. Ég ætla að fjalla þá nýja heimsmynd. And you'll be amazed as to what God says about that New World Order. Og þið eftir að vera hissa á því sem að Guð segir hina nýju heimsmynd. Have you been blessed tonight? Hafið þið hlotið blessun í kvöld? Amen. God bless you. Amen.
Já, þá þakka ég ykkur kærlega fyrir í kvöld og býð ykkur góða nótt. Endilega sjáumst þér aftur á morgun á sama tíma og endilega takið vin með. Góða nótt.